Erum við ekki ennþá með þetta stiltan eitthvað mínútu eða? Já, það bara sama stilting og síðan sko. Það kannski eitthvað mínútu að... Já, með seint í þessu. Komið sælir áhorfendur góðir, verið hjartanlega velkomin í beina útsendingu hér frá Valshöllinni að Hlíðarenda. Framundan er leikur Vals og Aftureldingar í undanúrslitum Íslandsmeistaratitilinn. Þetta er fyrsti leikur liðanna. Valsmenn komist áfram eftir 2-1 sigur gegn Fram og Afturelding unnu FH í sinni viðureign í 8. úrslitunum 2-0. En það skiptir engu máli þegar hingað er komið. Hérna eru bara 4 bestu lið landsins mætt til að berjast Íslandsmeistaratitilinn. Haukarnir unnu IBVF á heimavelli nú rétt í þessu. Og hérna í kvöld
ræðist það hvaða lið kemst yfir í einvíginu. Valur Afturelding ætla að fara yfir lið gestan úr Mosó. Það eru markverðir Pálmar Pétursson og Davíð Svansson. Aðri leikmenn Árni Bragi Eyjólfsson, Þrándur Gíslason, Böðvar Páll Ásgeirsson, Gunnar Þórsson, Gestur Ingvarsson, Pétur Júniusson, Kristinn Bjarkason, Jóhann Jóhannsson, Jóhann Gunnar Einarsson, Guðni Már Kristinsson, Birkir Benediktsson, Mikk Pinnonen og síðan þjálfari Aftureldingar Einar Andri Einarsson. Já, Valsmönnum, þar liðið þannig skipað að markverðir eru Sigurður Ingiberg Ólafsson og Hlynur Mortens, aðri leikmenn Orri Freyr Gíslason, Ólafur Indriði Stefánsson, Elvar Friðriksson, Guðmundur Hólmar Helgason, Atli Már Bárusson, Gunnar Harðarsson, Vigni Stefánsson, Alexander Örn Júlíusson, Sturla Magnússon, Sveinn Aron Sveinsson, Geir Guðmundsson og Ímir Örn Gíslason. Þjálfari Vals Óskar Bjarni Óskarsson, dómaraleiksins Magnús Kári Jónsson og Ómar Ingi Sverrisson. Eftirlitsmaður HSÍ Valgeir Ómarsson og sjálfur heiti ég Arnar Daði Arnarsson og ætla að lýsa þessum leik fyrir ykkur í kvöld. Fengum frábæra leik þegar við sýndum hérna síðast. Það var leikur Vals og Fram á fyrstu leikur í 8. úrslitum, framlíndu leikur sem við unnum að lokum. En leikurinn hafinn, það eru Valsmenn sem byrja með boltan og við byrjum þannig að Vignir og Sveinn Aron í hópnum, Elvar í vinstri skyttu. Það var að glíma við meiðsli í einvíginu gegn Fram, Geir Guðmundsson í hægri skyttinu, Guðmundur Hólmar á miðjunni og Orri Freyr Gíslason á línunni. Hlynur Mortens í markinu hjá Valur, Árni Bragi og Gunnar Malmqvist í hornunum, Mikk Pinnonen, Pétur Júniusson og Böðvar Páll þristunum, Jóhann Gunnar byrjar í hægri skyttunni. Guðni Kristinsson líklega í varnarskiptingu við Böðvar Páll, Guðmundur Hólmar upp í lofti, Elvar og hann á skutt í stöngina, Orri með frákastið og hann klínur hann upp í samskeytið, Orri Freyr Gíslason. Fyrsta markið ekki á verri endanum, Orri Freyr með frákast og klínt honum upp í samskeytin. Sláir stöngin inn, þetta laglega gert, Orri Freyr Gíslason kominn á blað og Valsmenn komin yfir. Það sé hann broti á Pétur Júniussoni hérna í fyrstu sókn Aftureldingar en fríkast dæmt. Elvar Friðriksson í varnarskiptingu og Alexander Örn Júlíusson. Guðni Kristinsson á miðjunni, Jóhann Gunnar og eistinn Mikk Pinnonen í vinstri skyttunni. Það er ágætis stemming hérna í Valshöllinni og ég býst ekki öðru en að það muni fjölga í stúkunni. Hún þétt setin henni fyrir framan okkar, nóg pláss fyrir aftan mörkin. Jóhann Gunnar fer hann fram hjá Alexander Erni en fríkast dæmt. Já, Hlynur Mortens varði þarna sitt fyrsta bolta. Mikk Pinnonen tekur hérna stöðuskiptu Guðna Má, Jóhann Gunnar, Mikk á gult spjald á Orra Freyr á peysustólínunni. Orri Freyr kinkar kolli, samþykkir það. Jæja, sóknin að verða ansi löng, hendin lítur að fara upp, hvað og hverju? Jú, á bara að gera það, Magnús Kári, hendin að leiða þarna upp. Gunnar Malmqvist leysir inn úr vinstra horninu en Orri Freyr grípur þarna utanum hann og fríkast dæmt, enn eitt fríkastinn og stillaður upp fyrir eistan. Skoti hátt yfir, sveið þarna lengi í loftinu en hitti síðan ekki að markið. Valsmenn geysast upp, Elvar, Guðmundur Hólmar, fyrir hérna maður mann á Pétur, finnur Orra á línunni, nei, fríkast dæmt, skref þarna Guðmund. Það deilum það, við sýndist hann stinga niður þarna í fintunni. Það 3 metra frá, segir Ómar Ingi við Pétur. Ómar Ingi Magnússon að sjálfsögðu fjari góðu gamni hjá Val og verður ekkert meira með á þessu Íslandsmóti. Og Daniel Þór Ingason glímir með meiðsli í baki og því ekki með í dag. Það spurning hversu lengi hann verður frá. Vonandi sem styst. Geir Guðmundsson upp í loftið og Davíð Svansson ver fyrsta skotið sitt. Davíð Hlíðdal Svansson varði þarna frá norðamannunum Geir Guðmundssoni. Mikk Pinnonen, Böðvar Páll upp og hann skorar jafna metin eftir rúmlega 3 mínútur 1-1. Varnarmaðurinn og
fyrrum stórskittan, Böðvar Páll. Fór hann upp í loftið á miðjunni og Hlynur Mortens varði þarna boltan inn. Staðan jöfn 1-1. Gaman að sjá hvað Ómar Ingi skartar þvílíku skeggi hérna. Ómar Ingi, dómari. Hann líkist Kára Kristjáni hérna á tímabili í fyrra. Kemur Orri Freyr út af línunni. Geir Guðmundsson, Elvar tekur stöðuskeytti við Guðmund. Guðmundur 1-1 á Jón Gunnar. Elvar með skot. Nei. Davíð Svansson ver þetta. Skuttlaði sér síðan eftir á boltanum og stilla gestirnir upp. Guðni talar líklega ensku, vonandi ekki íslensku við Mikk Pinnonen þarna. Vinnur hann í rússa með Pétri á miðjunni. Fær síðan boltan aftur hægra megin. Guðni með skot í vörnina og aftur fyrir ávörnin. Góð þarna, Guðmundur og Orri tók þetta saman. Árni Bragi í hægra horninu. Staðan jöfn 1-1, 4,5 mínútur liðin á leiknum. Guðni, ræðst hann á Guðmund, Guðmundur út á móti og Orri með hávörnina. Fótur síðan dæmt í kjölfarið. Orri var heppinn hann með síndast að vera inn í teig þarna þegar hann stökk fyrir boltan. Leikleysa kalla stuðningsmenn Vals á hendi fer strax upp. Aftur lengi sóknina fyrstu mínúturnar. Laglega spila þarna. En Hlynur Mortens ver þarna frá Pétri Júníussoni. Frábær sending á Jóhann Gunnar þarna inn á Pétur Júníusson sem nær ekki skjóta fram hjá Hlynur Mortens. Og Hlynur Mortens komin á blað. Geir á róleikinn, stillum undan upp. Lítið skorað hérna fyrstu mínúturnar. 1 mark á lið, 5,5 mínúta liðin. Bæði lið 6-0 vörn og leysir Vignir úr vinstri horninu. Elvar, Guðmundur á skot og aðferinn á heppnin hérna með Guðmundi og Valsmönnum. Davíð Svansson var í þessu bolta, varðan í stöngin og svo inn. Og Valsmenn komnir yfir 2-1. Mikk Pinnonen klippir Böðvar Pál og síðan takar aðra klippingu. Róa síðan leikinn. Guðmundur Hólmar kvenkar sér eitthvað inn í vinstri öxlinni. Vonum að það sé ekki alvarlegt. Guðmundur ákveðinn hann í vörninni. Lagleg vörn hann, Orri Freyr Gíslason er undan í boltan. Sending ætluð Pétur Júníussyni. Frábær vörn hérna í Orra fyrstu mínúturnar, ákveðinn. Búinn að taka 2 hávarnir og stelur síðan þessu bolta. Stillum upp, 1 marki yfir, 6,5 mínúta liðin. Eins og ég segði áðan þá unnu Haukarnir 5 marka sigur að ég held gegn IBVF, 29-24. Eða 4. Orri Freyr og hann skorar, Orri Freyr Gíslason með sitt annað mark. Frábær byrjun hjá Orra Freyr. Lagleg sending hann og Orri Freyr grimmur á boltan og nærir hann síðan fram hjá Davíð Svansinni. Stilla Mosfellingar upp, Guðni núna í vinstri skiptunni, Mikk Pinnonen með skot á miðjunni. Enn einn hávörnin, Guðmundur Hólmar tekur þetta. Guðni, Mikk reynir að senda hana Pétur og fær hana endanum, já, Pétur Júníusson loksins. Guðmundur Hólmar og Orri voru báðir í þessu bolta en hann datt síðan fyrir hendurnar á Pétri. Og Pétur Júníusson minkar munin í 3-2. Stilla Valsmenn upp. Orri Freyr milli þristana. Nei, þeir fara líklega í
Já, Orri kemur út af línunni, einhver misskilningur þarna. Elvar, Geir kemur á fleygiferð. Þetta hlýtur að Peistók. Já. Jótari stóð á leikinn. Nei. Já, Gunnar Malmqvist fær þarna gulspjald, Peistók á línunni. Orri Freyr Gíslason kom með 2 mörk, Guðmundur Hólmar Helgason 1 og afturhendingu Pétur Júníusson og Böðvar Páll með sitt hvort markið. Staðan 3-2 fyrir Valsmönnum, 8,5 mínútna liðin að leiknum. Fyrsti leikur undanúrslitum Íslandsmeistaratitilinn. Valur afturhending og í hinni heiminu það Haukar IPVF 4 bestu lið landsins, það bara engin spurning. Elvar Friðriksson, Geir á Svein Aron, fyrsta skipti sem Sveinn fær boltann hérna í leiknum að ég held. Laglega spilað og Sveinn Aron Sveinsson skorar þarna úr hægri horninu. Þetta mark átti hægri vængurinn Geir Guðmunds og Sveinn Aron sendu þarna boltann sín á milli 2 og 3 sinnum. Og Mikk Pannonen var komin í einhverja skógaferð í vörninni. Jóhann Gunnar, Mikk, Guðni Már kemst hann fram hjá Svein Aron sem ætlaði að fiska boltann og hann skorar. Guðni Már Kristinsson með fyrsta mark sitt. Já, ég ekki frá því að þessi leikur verður í járnum. Alveg fram að loka mínútunum. Þessi lið hafa mæst 3 sinnum áður í vetur. Valsmenn hafa unnið alla leikina. Leikinn í Valshöllin unnið með 3 mörkum, 25-22. Það var í október mánuði. Runandi sjáum þá Guðmundur Hólmar upp og setur hann í fjærhóttið. Guðmundur Hólmar Helgason með sitt annað mark. Kemur okkur yfir í 5-3. Orri Freyr, 2 mínútur. Já, ítir hérna við Pétri. Komið með guldspjald. En eins og segi, liðin hafa mæst 3 sinnum vetur. Valsmenn unnu hér heima með 3 mörkum. Unnu síðan 8 marka sigur í Mosfellsbænum í desembermánuði. Þar voru Mosfellingar komnir í jólafrí. Og í marsmánuði unnu við síðan 2 marka sigur eftir að hafa verið 2 mörkum undir í hálfleik. Jæja, hvað gerir afturhalding? Einum fleiri. Guðni leysir á línu, Mikk Pinnonen fær upp í loftið og skorar í nærhornið. Já, þetta var ekki flókið. Guðni leysti hann inn, fór milli 1 og 2. Og Pinnonen fór síðan bara á Geir Guðmundsson sem þurfti að velja hvort hann ætlaði að taka Guðni á línunni eða Eistan. Og við sýndist Geir bara að gera hvorugt. Nærhornið var því galopið. Og hann nýtti sér það. Minnka munin 1 mark, 5-4. Guðmundur Hólmar sækir hérna, við erum einu færi með engan línumann. Kemur ykkur alls konar hornaklippingar, Geir Guðmundsson fyrir upp í loftið og hann skorar, Geir Guðmundsson! Já, einu færi. Erum ekkert að flækja hlutina og Geir Guðmundsson kominn á blað með sitt fyrsta mark, laglega gert. Þeir náðu ekki í skothenduna. Mikk Pinnonen sendir í vinstra hornið á Gunnar Malmqvist sem kloppar Linn Mortens. Og áfram eru afturhendingamenn að minnka munin. Alltaf einu skrefa eftir. Það allt í lagi meðan það ekki meira en það. Linn Mortens kom með 2 varðabolta.
sem og Davíð Hlíðdal Svansson. 12 mínútur og 20 sekúndur liðnar, staðan 6-5 Valur. Elvar Geir Guðmundsson, Orri Freyr er að koma inn á þessum töluorðum. Það eru, ja, margir. Guðmundur Hólmar, Elvar, Geir. Hendur komin upp. Nú þurfa að fara að sækja marki. Hvað er að gerast hérna? Það er ekkert að gerast. Elvar með skot sem fer bara í hávörðuna. Árni Bragi. En Hlynur Martins! Sáðu hann þarna, Hlynur Martins varði þarna hraðaflug frá Árna Braga og við sækjum Vignir Stefánsson og hann skorar í nærhornið. Já. Þetta var dýrt hjá Árna Braga. 3 sekúndum áður hefðu Afturlendingamenn getað jafnað metin en vittu til. Við snerum í vörn í sókn og aukum munin í 2 mörk. 7, 5, 13 og 10 liðnar á leiknum. Nú er Jóhann Jóhannsson kominn á miðjuna. Guðni Már Kristinsson fær pásu á bekknum. Alexander kemur út. Geir Guðmundsson fær þarna guldspjald fyrir peystu á línunni. Gestirnir ósáttir vildu meina að það var komin í gegn hinn hægra megin. Ég sá það ekki, ég var að fylgjast með tilþrifum dómarana. Ágætis byrjun. Nóg af mörkum. Mikk Pinnonen reynir að senda hann á línuna. Þrándur. Fríkast dæmt, Þrándur Gíslason komin á línuna. Einar Andri að nota bekkinn vel. Hann reyndi að gera það ekki í síðasta leik hjá þeim, hann var í banni. Jóhann, og hann skorar, Jóhann Jóhannsson. Betri en enginn hana í skyttustöðinni á Afturlendingu. Fór á milli 1 og 2 og láði hann í fjærhornið. Staðan 7-6. Það er mikil breytt í þessu Afturlendingaliði. Allir markaskorar Afturlendinga með 1 mark. 6 leikmenn komnir á blað. Guðmundur Hólmar stillir þessu upp, Orri kemur út á línunni. Taka afbreiða Kæró. Geir, Elvar kemur á miðjuna. Guðmundur Hólmar, Elvar, fer hann á Þránd Gíslason. Ekkert dæmt. Já, ég er nú ekki alveg sammála þessu. Þrándur vissulega braut á Elvari. Og Mosfellingar jafna 7-7, skorar aflið Pétur Júníusson og verður þar með markahæsti leikmaður Afturlendingar í leiknum. Það stoppa leikinn. Það er eitthvað skítur á boltanum. Hár líklega að Böðvari, sýnist mér. En þetta var dýrkeypt. Elvar fór hann í kontakt við Þránd Gíslason. Tók síðan sénsinn á losan í hornið sem fór beint á Árna Braga en vildi fá fríkast, ekkert dæmt. Og Afturlending keyrir upp og jafnar metin 7-7, 15 mínútur liðnar á leiknum. 1/4 leiknum búnir og það er jafnt ennþá. Áfram spilum við afbreiða Kæró. Elvar kemur á miðjuna. Guðmundur Hólmar. Elvar. Geir og í hornið á Sveinn Aron. Nei, skot í hliðanetti. Þetta var þröngt færi. Nú geta gestirnir úr Mosfellsbænum komist yfir. Jóhann. Böðvar. Alexander Örn stóðar hann Jóhann Gunnars og fær gult spjald að launum. Og nú erum við komin með 3 gult spjöld. Geir Guðmundsson, Orri og Alexander. En Orri var búinn að fara einsinn út af það ekki? Jú. Góðan daginn Arnar. Hinn Arnar er mættur loksins. Já, loksins, nýkominn frá beint úr flugi. Já. Og örtröðin á Keflavíkurflugvelli. Allt í vesinni þar. En hér er ekkert vesen. Hér er ekkert vesen, eða... Nei, allt í játnum. Mikk á Jóhann og Gunnar fær boltan á horninu, tekur ekki sénsinn, spilar áfram, svo spilar hann tilbaka. Jæja, nú hendur komin upp. Jóhann upp í loftið og Jóhann Gunnar Einarsson kemur Mosfellingum yfir 8-7. Það er rúmar 16 mínútur að linna þessum leik. Fyrsta skipti sem gestirnir komast yfir. Stillir Atli Már Bárusson upp.
Hvað gera þær? Klippir síðan Geir upp í loftið, en Davíð Sandsson sér við honum. Og það er hraðablaup Gunnar Malmqvist fyrstur fram. Og hann á skot í þverslan að dauða færið þarna sem fer forgörðum. Atli Már óhress þarna með móttökurnar í vörninni hjá Aftureldingu. Vill meina að það hafi verið farið í andlitið á sér, en hann er staðinn upp og tilbúinn að halda fram. Já. Það þýðir ekkert að liggja í gólfinu, menn verða bara... Nei, ekki þegar menn eru komnir undan úrslit. Akkurat. Stillir Atli aftur upp, tekur stöðuskipti, svo klippir hann Geir inn að hægra megin. Samúð gerðum á hann Guðmundur Hólmar missir boltan. Og nú geta Mosfellingar komist tveimörkum yfir. 3 sóknir röð fari forgörðum hjá Valsmönnum. Geir, Böðvar Páll kloppar Bubba og Mosfellingar komnir 9-7 yfir. Hlynur Mortens var í þessu bolta en boltinn lag í netið. Og nú eru Mosfellingar komnir með 4 mörk í röð. Við vorum 7-5 yfir. En Mosfellingar aldeilis búin að snúa blaðinu, sér í vil 9-7 yfir eftir 18 mínútna leik. Geir Guðmundsson finnur Gunnar Harðarson og hann skorar. Gunnar Harðarson góður á línuna og skorar sitt fyrsta mark. Og minnka munin í 1 mark, 8-9. Ólafur Stefansson klappar fyrir þessu, laglega spilað. Ólafur Indriði Stefansson á bekknum hjá Valsmönnum í annað sinn á tímabilinu. Átti stórleik hérna fyrir áramót þegar hann skoraði 6 mörk gegn Akureyri. Gunnar Harðarson mætir hann á Jóhann Gunnari sem á arfastakt skot. Brotið á hann við skotinu, Magnús Kári og Ómar er að leyfa hérna smá hörku. Og þetta gerir Geir Guðmundsson vel. Þetta lítur að vera spjald. Nei, spjald hann ekki. En þetta er eins og nefndir á hann, þeir leyfa aðeins hörku, þannig að hann fekk alveg að klára skotið áður en þeir dæmdu. Já. Þetta er fljótt að breytast. Nú erum við búin að jafna metið 9-9, 19 og 10 sekundur liðnar á leiknum. Kemur Þrándur út af línunni. Jóhann Gunnar, Mikk Pinnonen. Sækir hann á Guðmund Hólmar, klippir síðan Jóhann Gunnar, svo önnur klipping. Finna síðan Þránd á línunni og hann skorar. Já, Mosfellingar með hana 2-valda klippingu, sundur tættu vörn Valsmanna heldur betur. Endaði með því að Þrándur Gíslason var galopinn á línunni og vippaði yfir Hlyn Mortens. 10-9 afturhalding Valur. Ímir Örn Gíslason kominn í vinstra hornið. Gunnar Harðarson áfram á línunni, Atli Már Bárusson stjórnar spilinu á miðjunni. Guðmundur Hólmar kemur á vinstri skiptun inn á miðjuna. Guðmundur sækir á þristana, reynir að finna hann Gunnar Harðarson. 2 mínútur á Böðvar Pál. Harður dómur. Sýndist mér, ég sá ekki alveg að hann myndi meina hann ítt honum eitthvað, en mér sýndist að hann bara reyna að ná boltanum. Dómarinn gaf það til kynna allana, hann hefði ítt leikmannunum frá sér. Já. En klukkan er stopp, þannig að dómarinn er hér að ræða við eftirlitsmanninn. Getur leikur haldið áfram. Atli Már klippir Geira, svo kemur Guðmundur inn á miðuna, grípur með vinstri. Erfiðri stöð þarna, komið nú nálægt vörninni. Birkir Benediktsson mættur í bakvörðinni afturhaldingu. Það þarf að stöðva leikinn. Það þarf að skrúpa bóna. Svita á vellinum.
svona átt að vera aður, koni hitt í leikinn í fyrri áleik. Já. Þetta er ekki eins og fyrir vettur hérna, þegar menn voru rétt að hitna bara þegar 10 mínútur voru eftir. Leikum við. Já, það var ekki kynnting í húsinu. En nú eru menn sjóðandi heitir. Já, sækir Guðmundur, við erum einu fleiri. Finnur Gunnar Harðarsson á línunni og Gunnar Harðarsson sláinn inn. Já, af hverju ekki? Þegar menn geta það, af hverju ekki að gera það? Gunnar Harðarsson með sitt annað mark, sláinn inn, jafna metin 10-10. 20 mínútur og 45 sekúndur liðnar að leiknum. Afturlík einu færri í 1 og 20 sekúndur í viðbót. Skipta markmannum út af, Mikk Pinnonen kemur inn á í staðinn. Spila hérna 6 og 6 með engan í marki. Afbrigði sem við Valsmenn erum lítið sem ekkert að nota. Endur Óskar Bjarni að gamla skólanum. Já, þetta eru 2 mínútur Alexander Örn Júlíusson. Já, ég held að hann geta ekkert sætt við þessu. Hann fylgdi honum allt of lengi. Nei, Magnús Kári ætlar að sleppa honum. Hann sleppur honum með það. Og það er hér frábæri tilburður á bekknum. Menn eru ósáttir með þetta. Já, ég byggðist fórlastana, ég hef búinn að gefa mér það að Alexander Örn myndi fá 2 mínútur hann, en auðvitað hafa dómarnir rétt fyrir sér. Já, þeir eru allan að breyta ekki ákvörðunni hvað sem við kvörtum yfir því. Þetta er lína sem þeir ætla að fara. Mér sýndist hann reynda að fara í andlita á Jón Gunnari sem sæk. Nei, hann bara fer Jón Gunnar á hnén og það virðist eins og hann ætla að fara að biðja Gunnar Harðarsson hana. Hann neitar alfarið, segir ekki sjans, ekki í dag allavega. 40 sekúndur í mannin hjá Aftureldingu. Endir komin í enn eitt skipti, Jón Gunnar sækir á markið. Ekkert dæmt. Afturlíkamenn brjálaðir. Ég skil þá. Það var hrinding. Ég er alveg. Guðmundur Hólmar Helgason. Hann kastar boltanum út af. Ætlaði sjálfsagt. Það var Alexander sem var hlaupinn hann í hornið sem hann ætlaði þennan bolta. Já, mér sýndist annarkvort í mér að Alexander detta hérna á miðjum vellinum og þar af leiðandi var enginn kominn í vinstra hornið. Guðmundur Hólmar gaf sér bara það að væri einhver kominn í vinstra hornið. Dýrt spaug, einum fleiri. Núna erum við jafnmargir, 10-10, 22 mínútur liðnar á leiknum. Pétur Júniusson kemur út á línunni, Jóhann Gunnar. Og taka hart á hann við leiknum. Já, þetta er víti. Nei, mark, Pétur Júniusson skorar. Arnald að hætta að þykjast vera einhver dómar hérna, lýstu bara leiknum. Þetta er eins og það segir, þeir ætla að leyfa hérna svona aðeins hörku í þessu þannig að hann fekk að klára færi sitt. Já. En hefði sjálfst fengið víti eða hann er ekki skorað. Og gestirnir úr Mosfellsbænum 11-10 yfir. Það var Valsmenn sem byrjuðu leikinn með boltan. Þannig að nú sækja þær Atli Már, Guðmundur Hólmar upp í loftið. Góð hávörð, Böðvar Páll. Góð hávörð. Já. Át boltan. Guðmundur Hólmar, hann á skot sem Davíð Hlíðdal Svensson ver. Jóhann Gunnar sækir upp völlinn. Atli Már kemur út að vel á móti. Jóhann Jóhannsson klippir Árna Braga sem kemur úr hægra horninu. Boltinn nær að fljóta vel. Ríkar stæmt. Gunnar Harðarsson dæmdur brotlegur hérna inn á línunni. Ég held að það var hárrétt, Pétur Júniusson var ekki komið vald á knettinum og var því ekki komin í skotstöðu. og 24 mínútur liðnar þessum leik. 10-11 fyrir Aftureldingu. Hörku skotana frá eistanum í stöngina og Sveinn Aron nær frákastinu. Alexander Örn Júlíusson keyrir upp á vinstri skeytunni, Guðmundur Hólmar, Geir. Brotið á honum. Þetta var rosalegt skot hjá Finnanum. Það var eistanum fyrirgefið. Það má eiga það. Já. Einn hægri, Sveinn Aron leysir úr hægra horninu.
Geir, Atli, Sveinn kominn inn á línuna, Elvar, Atli, Kleipir, Geira, vel gert, Atli, og skot, já. Geir með gott mark. Atli Bárusson tók þarna 3 varnarmenn með sér í klippingunni og það var því ekki spurning hvar boltinn myndi enda þegar boltinn var komin í hendurnar á Geir Guðmundsssyni og hann jafnaði metin 11-11. Orðin markaðistu Valsmanna með 3 mörk. Já, og markahæstur á vellinum ásamt Pétri Júníussyni. Jóhann Gunnar, Orri með, já, ég það bara pinnuninn þarna í fæðingu. Pinnuninn, klippi Jóhann Gunnar og hann skorar undir Linn Mortens. Linur Mortens með 5 varðabolta, Davíð Hlíðar Svansson með 4 hinum megin. Það ekki alveg leikur markvarðarna allavega hingað til. Áfram eru gestirnir einu marki yfir. Náðu góðu kaflaðinu miðbygg fyrir áleik, skoruðu 4 mörk í röð, komist 2 mörkum yfir eftir að við 2 mörkum undir og halda forskotinu síðan. Og Davíð Hlíðar Svansson varði þetta frá Geir Guðmundsssyni. Geir kominn á langt inn á miðjuna, skaut síðan tilbaka. Þar var Svansson mættur. Hann virðist alveg vita hvar boltinn kæmi. Hann var löngu koni í hornið. Alveg viss hvar Geir myndi setja hann. Tvær mínútur. Það er Gunnar. Gunnar Harðarsson fær 2 mínútur. Tvær mínútur og víti. Árni Bragi Egilsson fer á vítalínuna. Gegn Linn Mortens og hann skorar stöngin inn. Árni Bragi Egilsson með sitt fyrsta mark og kemur afturhaldingu í 13-11. Stemmingi á róttökinu, stuðningsmönnum afturhaldingar. 3 mínútur til hálfleiks og við erum einu færri, spilum bara einu færri, 5-6. Atli Már klippir Svein Aron, Ímir, Geir Guðmundsson upp í loftið, klippir Elvar, Atli, Elvar, 2,5 mínútur eftir á fyrri hálfleik, Atli Már, Svein Aron þröngu færi og hann skorar yfir öxlina á Davíð Svanssyni og minkar munin í 12-13 og við erum einu færri í 1 mínútu og 10 sekúndur í viðbót. Einu marki undir, þvílík spenna. 2 mínútur rétt rúmar eftir þessum fyrri hálfleik. Frábær leikur sem við erum að horfa á hérna í beinni á Valur TV. Fyrsti leikur Vals og Aftureldingar í undanúrslitum Íslandsmeistaratitilinn. 50 sekúndur í 7. mann Valsmanna. Mikk Pinnunen sendur á Jóhann Gunnar sem sækir hann á miðjuna. Hann leitar svolítið inn á miðjuna. Finna enga leiðir. Kristinn Bjarkarsson kominn í vinstra hornið, Þrándur fekk boltann á línunni en Linur Mortens étur hann. Þetta er mikilvæg og góð markvarsla. Já, 1:40 eftir að fyrri hálfleik og við getum jafnað metin. Einu færri næstu 25 sekúndurnar. Ég hefði viljað sjá hérna fullt hús. Það er alveg hægt að koma fleirum hérna inn. Já. Klukkan ekki nema 6:30, það verður opið hérna fram að miðnætti. Geir Guðmunds, Atli Már, já. Galopið. En við erum fór honum en vítakast. Inn í teig. Það er ótrúlegt hvað opnaðist þarna vörnin hjá Mosfellingum einum fleiri. Sveinn Aron Sveinsson fer á vítalínuna.
Sveinn Aron skorar. Þriðja merkið hans, 13-13, 45 sekúndur eftir að fyrri hálfleiknum. Jóhann Jóhannsson á miðinni, Mikk Pinnonen, Kristinn Bjarkarsson í vinstra horninu, Árni Bragi hægra horninu, Jóhann Gunnar hægri skitt og Þrándur Gíslason á línunni, hann kemur út af línunni. Og það er leikli, Einar Andri Einarsson tekur leikli, stöðunni 13-13. Förum aðeins yfir markaskor liðanna. Pétur Június á markaðistur, Mosfellingar með 3 mörk, Böðvar Páll og Jóhann Gunnar með 2 mörk. Síðan kemur Runa leikmenn með 1 mark, hefst talningin á Jóhanni Jóhannssoni, næstur Guðni Már Kristinsson, Gunnar Þórsson, Þrándur Gíslason, Mikk Pinnonen og Árni Bragi Eyjólfsson með 1 mark og það úr víti. Davíð Hlíðar Svansson með 5 varða bolta. Já, Valur Geir Guðmundsson markaðistur með 3 mörk, Gunnar Harðarsson, Orri Freyr, Sveinn Aron og Guðmundur Hólmar með 2 mörk og Vignir Stefánsson 1, Hlynur Mortens 6 varðir boltar. Og búið að kokka eitthvað upp hérna til að ná einu marki í lokin. Já, ekki. 26 sekundur eftir að þessum fyrri hálfleik. Afturhelding með boltan. Þeir eru með eitthvað svaka plan í gangi. En Valsmenn ætla sjálfsögðu að stöðva það. 15 sekundur eftir, Guðni Már, Jóhann Gunnar. Valsmenn ná boltanum og Sveinn Aron. Já. Æja, nú... Sveinn var reiður við þetta. Sveinn Aron fær 2 mínútur. Já. Já, Sveinn ekkert meira. Nú er spennustigið orðið. Það er hátt sem er líka gott. En hann þeir fá bara aukakast. Það er ótrúlegt að við fáum ekki vítakast. Já. En það kannski breytið eitthvað, Sveinn brást þetta illur við þessu, en það leikli Óskar Bjarni ætlar að fara henni yfir síðustu sóknina. 7 sekundur eftir á klukkunni. Jó, það eru 2 mínútur á báða leikmenn. Já. Staðan jöfn, 13-13, 7 sekundur eftir að fyrri hálfleik. Og við erum með boltan, frábær vörn hérna hjá Orra og Guðmundi Hólmari. Mér sýnist Ólafur Stefánsson kom inn á henni í síðustu sóknina. Hann er farin úr jakkanum þarna og titrar hann alveg að spenningi og heldur á boltanum. Þannig að það verður eitthvað. Leikur í treyju númer 4 í dag. Nei, hann fer síðan út af aftur bara. Hann var bara að stríða Mosfellingum. Hann er að gera sér tilbúin í hálfleiksskotin. 7 sekundur eftir, 5-5. Bæði Mikk Pinnonen og Sveinn Aron Sveinsson fengu 2 mínútur. Pinnonen fyrir brotið og Sveinn Aron fyrir æsinginn í kjölfarið. 3 sekundur, 2 og 10 úti. Staðan í hálfleik í leik Vals og afturhendingar í fyrsta leik liðanna í undanúrslitum Íslandsmeistaratitilinn. Valur 13, afturhending 13. Geir Guðmundsson og Sveinn Aron Sveinsson markaðistur með 3 mörk Valsmanna. Pétur Júniusson markaðistur með 3 mörk hjá afturhendingu. Við ætlum að taka smá hlé og verðum mættir hérna eftir 10 mínútur.
Komið sælir áhorfendur góðir. Verið hjartanlega velkomin aftur í beina útsendingu hér frá Valshöllinni. Fyrsti leikur í undanúrslita viðreign Vals og Aftureldingar í Íslandsmeistaratitilinn. Í hinni viðreigninni eru Haukamenn komnir í 1-0 gegn IBVF, unnu heimaleik sinn fyrir í dag með 4 mörkum. 29-25 að mig minnir. Hér í Valshöllinni er staðan jöfn í hálfleik. 13 og bæði lið manni færri. Mikk Pinnonen braut illa á Svein Aroni Sveinsinni í ræðaplöpi 6 sekúndum fyrir hálfleik og Sveinn Aron brást heldur betur illa við og fékk af þar af leiðandi 2 mínútur einnig, en seinni hálfleikurinn er hafinn. Og það eru gestirnir úr Mosó sem hefja leik. Það er fín mæting hérna í Valshöllinni í dag. Þrátt fyrir að það sjáist kannski ekki akkurat núna. Enda voru dómararnir ekkert að bíða eftir að áhorfendur myndu koma í stúkuna. En Jóhann Gunnar sendir á Árna Braga í hægra horninu og Árni Bragi skorar fyrsta mark seinni hálfleiksins og kemur aftur líka yfir í 14-13. Og nú hefja Valsmenn sókn. Ólafur Indriði Stefánsson er kominn inn á í hægri skyttuna. Geir Guðmundsson fer í hægra hornið, Guðmundur Hólmar á miðjuna, Elvar Friðriksson vinstri skytta og Ímir Örn Gíslason vinstra horn. Það gerir Ólafur Indriði 1-1 á Böðvar Pál og hann á skot í stöngina, fær fríkast. Já, það er ekkert grín fyrir Böðvar Pál að alltaf stöðu þarna Ólaf í sínu feintum. Ólafur mikill handbolta heili. Elvar er inn á 1-1 á Pétur Júníusson og hann skorar. Já, boltinn undir Davíð Svansson og Elvar jafnar. Ólafur áfram inni. Nei, fer á bekkinn fyrir Guð. Já, varnarskiptingu við Alexander Örn Júlíusson. Jóhann Gunnar, Jóhann Jóhannsson. Það er 10 sekúndur í að bæði lið verði fullskipuð. Jóhann Pétur Jóhannsson á línunni. Afturring spilar hérna einu fleiri, eru með Inga Markmann í markinu og síðan kemur Davíð Hríðdal í markið. Í sama mynd og Orri Freyr Gíslason kemur. Fólk er ennþá tínast inn í salinn, þrátt verið að séu 2 mínútur linnar í seinni hálfleiknum. Það eru ekki helmingurinn mætturinn inn í salinn nú þegar. Afgreiðslan í sjoppinu hefur ekki undan þessum fjölda greinlega. Nei, Árni Bragi með skot úr hægri skíttunni sem Hlynur Mortens ver. Guðmundur Hólmar. Já, vinnur síðan boltann alltaf tróðum á línuna á Orra Frey. Skekk ekki. Kemur Sveinn Aron aftur inn á í hægra hornið. Og Geir fer í skyttuna. Já, það er spurning hvort þið sjáum eitthvað meira á Ólafi Stefánsssyni í þessu leik. Já, við höfum eftir að sjá kallinn setja hann. Ég er alveg viss um það. Alexander Örn, Elvar, Geir, finnur Svein Aron. Já, Davíð Svansson étur hana bara þarna. Mjög þröngt færi sem Sveinn ákvað að fara inn úr. Já, Sveinn Aron búinn að fara í 3 mjög þröng færi, skorað á einu. Þarna á Davíð Svansson og fyrsta skotið fór í liðanetið. Nú geta gestirnir komist yfir. Staðan 14-14. Birkir Benediktsson mættur í hægri skyttuna, klippir Árna Braga inn. Mikk Pinnonen sendur á Birki. Slæm sending á eistunum. Guðni Már í vinstri skyttunni. Mikk. Sending hornið á Kristinn Bjarkarsson. Engi Gunnar Malmqvist. Hendin komin upp. Og skot framhjá. Já, Guðni Már Kristjánsson með skotið. Það er ótrúlegt hvað hendin er komin oft upp í þessu leik. Aðalega hjá gestunum, Guðmundur Hólmar. Fær þarna gott faðmlag. Kannski aðeins og fast bara.
Kemur Orri út af línunni. Elvar. Geir. Upp í loftið, finnur Orra á línunni. Þetta er víti, já, þetta er víti. Birkir Benediktsson, brotlegur þarna. Sveinn Aron gerði tilbúin til að fara á línuna. Já, í annarsinn skoraði úr fyrsta vítinu. Hvað gerir hann núna gegn Davíð Hlíðdal Svanssyni? Sveinn Aron. Og hann skorar. Klofið á Davíð. Og kemur Valsmennum yfir 15-14. 34 og 48 á klukkunni. Stuðningsmenn Aftureldingar staðnir upp. Guðni Már Kristinsson á miðjunni, Birkir hægri skytta, Mikk Pinnonen vinstri skytta, Pétur á línunni, kemur út á línunni, Mikk Pinnonen kemur inn á miðjuna, á sér stöðuskott en himinátt yfir. Afturinn nær ekki varnarskiptingu og nú er bara að gera keyra þá. Það gerum við en... Náum, nei. Nei, Ímir náðu ekki til boltasanna. Góð barátta samt. Náðum ekki að nýta okkur þetta. Afturliðing getur komið og jafna metinn. Mikk Pinnonen upp í loftið. Hlynur Ver, Pétur Júníusson fær nær frákastinu og skorar. Og jafna metinn í 15-15, 36 mínútur liðnar, 6 mínútur liðnar að seinni hálfleik og staðan jöfn. 15-15, já það er bara í aft og öllum tölum nánast allan leikinn. Bæði lið mest ná 2 marka fórustu, meira er það ekki. Og vonandi heldur þessi vitleysa áfram. Þvílík spenna, góður handbolti, frábær skemmtun sem við erum að bjóða upp á hérna í Ólingsdeildinni. Geir Guðmundsson, Guðmundur Hólmar. Elvar, taka stöðuskipti, Guðmundur komin í vinstri skyttuna. Elvar, Guðmundur leysir inn, Geir. Dæmt brot hana, tók og mörg skref. Afturinn komið svona með framlíkjandi mann í vörnina hérna. Ímir úr vinstra horninu en Davíð Svansson ver þetta. Virtist fá hann í andlitið. Stilla Mosfellingar upp, geta komist yfir. Birkir, Mikk, ræðst á vörnuna, Birkir á Árna Braga í hægri horninu, Birkir fær hann aftur, Mikk Pinnonen. Á, fót á Guðmundur Hólmar, ég vil meina hann að stíði fyrir hann. Hann gerði það ekki. Ég vil meina að fóturinn hafi verið í gólfinu. Já, og hann tók að meira þess að sér. Einri dómarinn sem dæmir þetta. Já, Magnús Kári. Valsmenn því einu manni færri. Næstu 2 mínúturnar. Burtséð frá því hversu litar við erum, þá reynum við að gera sem minnst úr því en þetta var aldrei ásendingur hjá Guðmundur Hólmari. Mikk Pinnonen upp í loftið á Jóhann Gunnar en Pétur Júníusson steinsóandi þarna á línunni. Ótrúlegt að hann ná að átta sá því að hlaupa tilbaka með hversu sóandi var þarna. Ekki tilbúin að fá boltann og hann fór beint í gegn vörnina og Hlynur greip þetta auðveldlega. Taka stöðuskipti, við erum einu færri. Geir. Elvar. Fyrir hérna 1 á 1 á Birki segi ég. Já, en Hlynur
Nei, hann varði þetta næri auðvöldlega einhvern veginn. Já, Ímir Örn Gíslason, hann að galopinn á línunni, leysti hann úr vinstra horninu. Og Davíð Svansson gerði frábærlega og varði þarna. Þarna hefðu getað komist yfir einum færri, en rándýrt klikk þarna hjá Ími á línunni. Mikk Pinnanen upp í loftið, þetta er víti inn í teig, já, rétt. Mikk Pinnanen gerði vel þarna, sveif í loftinu, sá að varnarmennirnir voru inn í teig og réðst þá bara að allu og fékk að réttilega dæmt vítakast. Árni Bragi Eyjólfsson fer á vítalínuna, annað víti hans, hann skoraði úr fyrra, hvað gera núna? Hlynur Mortens. Og hann skorar vinstra megin við Hlynur Mortens. Já. Kemur afturheldingu, einu marki yfir, 15-16. Og refsitími Valsmanna renn út og það er jafnt til liðum aftur. Stuðningsmenn afturheldingar er að standa sig bara vel hinn í stúkunni. Mér finnst þeir vera mjög líflegir og góðir þarna. Já, Þau fá prikk fyrir það. 20 mínútur eftir að leiknum, Atli Már keyrir á vörnina. Hann aukakastur þetta á, Valsmenn byrja þá aftur sóknina. Atli, Elvar, hornið á Svein Aron og nú skorar Svein Aron, 4. markið hans, nei, 5. markið hans. Gerði vel þarna, skaut á sama stað og gerði á hann þegar hann skoraði fyrri hálfleik. Yfir öxlina á Davíð Svansinni. Og áfram er jafnt, 16-16, 14:30 liðnar á leiknum. Þvílík spenna. Það er jafnt hérna á öllum tölum, liðin skiptast á að vera yfir og jöfn. Mikk Pinnanen. Já, heyrðu, hann fjall hann inn illa í gólfið. Mér líst ekki vel á þetta. Já, Mikk Pinnanen liggur þarna á eftir þetta. Alexander Örn Júlíusson stöðvaði þarna. Já, svo takast þeir í hendur upp þetta. Þetta var alls ekki neitt illindi í þessu. Lendingin hins vegar ekki góð. En mér fannst viðburðurinn þegar hann lendi eins og hann hefði rótast, en ég skal ekki segja það, en hann heldur hérna hnakkann. Hann fer hér aftur fyrir varamannbekkinn og þeir fylgjast með honum hérna á setja kælingu. Guðni Már, leikurinn hafinn á ný, Pétur Jónasson kemur út á línuna, Birkir upp í loftið og Hlynur Mortensson ver þetta. Hlynur Mortensson, já. Já, við skulum vona að kallinn sé góðinn í stuð. Hann var alltaf mættur þarna, Birkir með skot í nærhornið og það er hornið sem Hlynur á að eiga og það átti hann að þessu sinni. Böðvar Páll kominn langt út á miðju hérna, sækir langt út á Elvar. Elvar Friðriksson tekur stöðuskipti, sendur Atli á Geira. Geir með skotið þarna eftir að flautuðu og fór nú held í andlitið á markvörðunum, en þeir skilja sáttir þarna. Geir biðst afsökunar á þessu.
Vel gert, Elvar Friðriksson. Elvar Friðriksson setur hana. Fer þetta mitt 1 og 2, síðan nær hann skoti fram hjá Davíði og kemur Valsmenn yfir. Birkir með skot, já, þarna skorar hann. Birkir Benediktsson með skot í fjær hornið og þeir voru ekki lengi að þessu gestirnir úr Mosfellsbænum. 17-17, 42 mínútur liðnar. Þetta er alvöru leikur sem við erum að horfa á hérna enn og aftur. Ég er að endurtaka mig. Þetta er bara háspennu lífshætta. Bæði lið skiptast á að vera með einsmars forskot og síðan jafnar hitliðið. Núna erum við hins vegar skrefin á undan með boltan. Guðmundur Hólmar. Hvað er þetta? Ágætt að dæma. Hann bendir bara tilbaka og sýnir engin anda. Þetta var ytri dómarinn sem dæmdi en ég sá ekki hvaða merki hann gaf við dæminguna en inni dómarinn gerði ekki neitt. Gaf engin. Ég held þeir áttist ekki á því dómarinn hendur, þeir eru ekki ennþá búin að gefa svör við þessu dómi. Þetta er gjörsamlega galið. Ómar Ingi farði heimtíðin. Jóhann Jóhannsson. Birkir átna bara Finnur Pétur Júníusson laglega gert. Nei. En Hlynur Mortens. Var þetta og boltinn fór eitthvað langt út í rjáfur. Og er þá ekki ef hann snertir loftið. Þá fær afturhelding í boltan. Ómar Ingi benti eins og Hlynur ætti boltan, hann er ennþá vangaður eftir hann á dóm sinn áðan. En vissulega er þetta hárrétt hjá Magga Kára, afturhending á sjálfsögðu boltan. Þar sem boltinn fór upp í loftið þá er alltaf innkast. Það mætti halda að Ómar Ingi að fengi þetta högg á hann en ekki Mikk Pinnonen. Tveir stórfurðulegir dómar hérna hjá honum í röð. Vonandi að hann sé ekki búinn að missa hausinn. Eftirlitsdómarinn og Óskar Bjarni ræða hennar málin. Afturlending. Stilla gestirnir upp, Jóhann Jóhannsson kemur á miðjuna, klippir síðan Birki, Orri Freyr, ruðningur. Þetta er hárrétt. Orri mætti honum vel þarna og Birkir gerði ekki neitt, bara stóð gjörn með boltan. Og nú sækja Valsmenn áfram, sækir Böðvar Páll langt hérna miðjumanninn út á miðju. 17-17. Ólafur Indriði Stefánsson er farin að hreyfa sig aftur á bekknum. Kom inn á hérna í nokkra sekúndur í byrjun seinni hálfleiks með að Sveinn Aron var í skammakroknum. Sveinn Aron leysir úr hægri horninu. Atli, Elvar. Opið. Og hann skorar! Kemur Valsmönnum yfir 18-17. Já. 16 mínútur tæpar eftir þessum leik. Loksins fáum við að heyra í bongo. Loksins kemur smá bongo. Gunnar Haraldsson, grimmur í vörninni. Og Einar Andri ætlar að stökkva í stemmingun og tekur leikli. Þá er kannski tími til að fara eins yfir markaskor liðana. Markahæstu Valsmanna er Sveinn Aron Sveinsson með 5 mörk, þar að 2 vítum. Næstu kemur Geir Guðmundsson með 3 mörk. Síðan kemur Gunnar Harðarsson, Orri Freyr Gíslason, Guðmundur Hólmar Helgason og Elvar Friðriksson með 2 mörk. Vignir Stefánsson með 1 mark. Hlynur Mortens heldur betur búinn að vakna til lífsins með 10 varða bolta. Já, afturhendingu er Pétur Júníusson markahæstu með 4 mörk. Árni Bragi 3. Böðvar Páll og Jóhann Gunnar 2 mörk og síðan koma þeir Mikk Pinnonen, Guðni Már, Gunnar Malmqvist, Birkir Benediktsson, Þrándur Gíslason og Jóhann Jóhannsson með 1 mark. Staðan Valur 18, afturhending 17. Það er alveg mögnuð skoruna dreifingin hjá afturhendingu. Það er bara nánast allt liðið búinn að setja mark hérna í dag. Já, það eru 10 útileikmenn síðast mér. Já. Af 12. Það var liðið og menn gerir sér tilbúna til að byrja aftur.
15 mínútur og 40 sekúndur eftir að leiknum. Valur 18, Afturelding 17, Afturelding með boltan. Guðni Már Kristjánsson stillir upp. Tekur hérna júggafæslu, Mikk Pinnonen gerir sem tilbúin að koma inn á miðjuna. Jón Gunnar með skot, brotið á honum Elvar Friðriksson, brýtur hann á Jóhann Gunnar Einarsinni. Þetta var full hægt þarna hjá Jóhanni Gunnari. Nú kemur Mikk Pinnonen inn á miðjuna, Jóhann Gunnar með boltan. Mikk Pinnonen sprengikraftur dauðans, hann að lína, hann steig á línu, já, hár rétt. Það er gott að sjá hann koma inn á aftur. En hann er snar geðveikur. Búinn að jafna sig af þessu höfuðhöggi. Ótrúlega gaman að sjá þessar hreyfingar hjá honum, sprengikrafturinn, hann býður og býður, svo kemur hann fleigi ferðinn á miðjuna. En hann steig þarna augljóslega á línuna. Já, en hann Dauðafæri. fór illa með vörnina, valsvörnina, setti boltan niður og fór framhjá en steig á línuna. Ólafur Indriði Stefánsson kominn aftur inn á í hægri skítluna. Geir Guðmundsson fær smá hvíld. Elvar á Óla. Atli, Elvar. Atli færa boltan aftur. Óli með sending aftur í bak. Og Sveinn Aron Sveinsson. Glæsileg og Já. sendingin frá kallinum Ólafi. Ein sending aftur verið í bak. Góðan daginn, Ólafur Indriði Stefánsson. Hann er mættur í úrslitakeppnina. Árið er 2016. Maðurinn er 42 ára. Það er engin aldur maður. Engin aldur. Sammála því. Engin aldur. En þetta kryddar þetta. Ég sé líka að fólk brostir út af eyrum að sjá þetta. Það er ekkert hver sem verður vitni að þessari. Mikk Pinnonen sækjar Guðmund Hólmar. Guðmundur Hólmar stöður þetta. Nítján 17 fyrir Val. Þegar tæpar 14 mínútur eftir að leiknum. Mikk Pinnonen á Jóhann Gunnar. Mikk á Gunnar Má. Og Gunnar Malmqvist inn og hann skorar. Snýra þannig í nærhóttið framhjá Lini Mortens. Norðurlendingurinn í liði Aftureldingar að góða með 2 mörk. Á Valsarinn að sjálfsögðu. Já, Valsarinn, já. Það er gaman að segja frá því að það er hátt í 400 manns að horfa á þessa beinu útsendingu okkar á Valur TV. Það er gott að fólk kann að njóta, fólk allan heim að horfa á okkur. Ólafur vinnur hann í rússablokk með Gunnari Harðarsinni. Og lína síðan dæmd á Gunnar, greip ekki þessa sendingu. Náum yngri varnarskiptingu núna, Jóhann Gunnar. Og skorar bara leið og jafnar leikinn. Já, þetta er ekki lengi að breytast. Við vorum komin með 2 marka fórystu. Og þá lifnar heldur betur við stuðningsmönnum Aftureldingar. Staðan jöfn 19-19, 47-30 á klukkunni. Þetta verður einhver veislan framundan hérna næsta 10 mínúturnar, korterið, jafnvel hálftíman ef svo fer að þetta fari í framlengingu. 2 framlengingar og vítakastkeppni, þetta var hann að spá því strax. Ég ætla ekki að fara svo langt með það. Ólafur Indriði, Elvar. Gunnar Malmqvist brýtur hann á Óla. Landsliðsmaðurinn, það ekki? Gunnar? Jó. Elvar með skot, Davíð, beint á Davíð og ekki dæmt, hárrétt, beint skot hann á Davíð Hlíðdal. Nú geta Mosfellingar komist yfir, Mikk Pinnonen. Tvær mínútur á Gunnar. Fer í hálsinn á Mikk Pinnonen. Já. Gunnar Harðarsson. Er þetta önnur? Nei. Þekkið það ekki. Orri fekk hérna 2 í fyrri. Þetta held ég fyrstu. Önnur á Gunnar. Þetta er önnur sem Gunnar fær hérna. Okay. 5. brottvísun okkar valsmanna. Afturhending einungis fengið 2. Afturhending mögulega komast hérna yfir. Staðan 19-19. Hendin komin upp. Og Jóhann Gunnar fer í gegn þarna, en Lini Mortens ver frá honum og Ímir Örn Gíslason nær frákastinu. Áfram er staðan jöfn 19-19, 11 og 15 sekúndur eftir.
Geir Guðmundsson kominn aftur í hægri skyttuna. Valsmenn einum færri. Atli Már á Ími og það stöðar leikurinn og bekkurinn hjá Aftureldingar. Gult spjald Já, og tiltal. Ellefu mínútur sléttara eftir á leiknum, við erum einu færri, 1 mínútu 80 sekúndur í viðbót. Atli Már á miðjunni, Geir Guðmundsson og Guðmundur Hólmar frændarnir í skyttunni. Geir upp í loftið. Peysutog. Ég myndi halda að hendin kæmi upp núna. Valsmenn búin að tefja, voru lengi að taka fríkastið. Já, hendin kemur strax upp. Geir, Guðmundur með skot, en Davíð ver, en við eigum innkast og hendi fyrir niður. Hann meiðist þarna við að henda sér eftir boltanum. Ánægður að sjá að Jens Ingvarsson, liðsstjóri Aftureldingar, skarta bláu vesti. Má ekki vera í sama lit og liðið inn á vellinum. Sveinn Aron, markahæstur Valsmanna með 6 mörk. Pétur Júníusson, markahæstur Aftureldingar með 4 mörk. Elvar Friðriksson og Geir Guðmundsson með 3 mörk. Árni Bragi, Jóhann Gunnar Einarsson með 3 mörk hjá Aftureldingu. Davíð með 11 varðabolta í marki gestanna. Hlynur Mortens með 12. Það fjölgar áhorfendum á gegnum netið hérna. Komið yfir 430 áhorfendur að fylgjast með hér þessum æsi spennandi leik. Geir Guðmundsson upp í loftið og hann á skot beint á Davíð. Ekkert dæmt. Ími reyndi að ná þannig frákastinu, náði ekki og nú geta Aftureldingar menn komist yfir. 19-19. Böðvar Páll fyrir varnarskiptingu við Jóhann Gunnar og Guðni Már kemur fyrir Birki. Jóhann Gunnar, Guðni Már, Mikk Pinnonen upp í loftið á Gunnar og Atli Már brýtur þarna á Jóhann Gunnari. Lagleg vörn þannig að Atli kom úr horninu, Ímir í vinstri bakverðinum, Mikk upp í loftið og hann skorar beint á markið en Hlynur Mortensson kominn í nærhornið og því var markið opið. Afturelding kominn yfir. 19-20. Það orðið jafnt í liðum aftur. Og 9,5 mínúta eftir að þessum leik. Geir fyrir hann í yfirhættufintu og Gunnar Malmqvist klæðir hann bara úr buxunum. Og það þarf að skúra eftir þessa byltu. Geir komin að spila miðjuna og Guðmundur út í vinstri skyttuna. Óskar Bjarni Óskarsson tekur leikhlé. 9 mínútur og 9 sekúndur eftir af leiknum. Gestirnir úr Mosfellsbænum 20-19 yfir. Þetta ætlar að halda svona áfram. Nánast jafnt á öllum tölum. Þetta verða rosalegar lokamínútur hérna, býst ég við. Já, ég trúi ekki öðru. Óskar að fara aðeins yfir þetta. Við eigum þá 1 leikhlé í viðbót fyrir lokamínúturnar. Og
eftirlitsdómari leiksins hérna að ræða málinu við dómarana, annars ágæta dómara þessar leiks. Ég ætla svo sem ekkert að fara. Nei, haft ágætið stök á þessu. Já, leifa aðeins, þannig að ég finnst þetta vera gott fyrir leikinn. Alltaf vera klárt. Guðmundur Hólmar, Geir, Elvar, Orri á línunni, Ímir og Svenni áfram í hornunum. Elvar klippir Geira. Á hornuði á Ími, en Davíð ver enn og aftur. Sama skoti á Ími í nærhornið. Og Davíð Svansson hefur lesið þetta vel. Ími með skotanum fyrsta tempo í nærhornið. Nú fer hver vörn og hver sókn að telja ansi mikið. Afturhendingamenn geta komist 2 mörkum yfir. 8,5 mínútur eftir. Jóhann Gunnar klippi Mikk Pinnonen. Og Jóhann Gunnar skorar á vinstra horninu. Og afturhendingin komið 21-19 yfir. Við sækjum hratt. Og Orri Freyr Gíslason skorar. Laglega gert Guðmundur Hólmar. Fann hann Orra á línunni. Gestirnir ekki tilbúinir varnarlega. Allt og lengi tilbaka og það er fínt að fá ódýrt mark í stöðunni. 8 mínútur eftir, þvílík spenna, þvílík dramatík, þvílíkur handbolti. Og nú stilla gestirnir upp í sókn. Leysir Gunnar Malmqvist úr vinstra horninu, Mikk Pinnonen sækir með Pétur á línunni. Jóhann Gunnar kemur í klippingu, Mikk Pinnonen sækir. Finnur Pétur á línunni og hann skorar! Hann var einn og yfirgefinn hérna á línunni, þeir algjörlega gleymd honum. No-look sending hérna hjá Mikk Pinnonen, eistanum, sem kom í raðir afturhendingar áramótin. 20-22 fyrir afturhendingu, það er rétt tæp, rúmar 7 mínútur eftir. Já, 7:15. Elvar á Geira, nei, Geiri nægir ekki til boltans. Guðmundur, Elvar, Guðmundur, nú fer hendin að koma þegar maður sækja markið. Guðmundur Hólmar með skot í stöngina. Já, fór í stöngina og síðan í Davíð Svansson. Já, hann náði. Það er sjálf varinn bolta á þetta. Og nú Falla svolítið með afturhendingu þessa stundina. Þeir eru með leikinn í sínum höndum þessa stundina, geta komist 3 mörkum yfir, 6,5 mínútur eftir. Guðni Már, Mikk Pinnonen, Jóhann Gunnar, Mikk Pinnonen og vítakast fer þarna fram hjá Alexander Erni, milli 1 og 2. Og Alexander játar þetta brot alveg. Hann er skemmtilega snöggur á fótunum þessi maður. Já. Erfitt að stöðva hann. Og Árni Bragi snýra þarna fram hjá Hlini Mortens. 3 mörk. Þetta er mestu munurinn sem hefur verið á liðunum í þessum leik og nú eru bara 6 mínútur eftir. 20-23 fyrir afturhendingu. Og Óskar Bjarni tekur leikhlé aftur. Það er ekki nema 3 mínútur sem hann tók leikhlé áðan. Og við höfum ekki skorað mark síðan. Jú, við skoruðum 1 mark úr hraðablöpu en afturhending hefur hins vegar skorað. Orri setti 1 áðan, já. Afturhending hefur skorað 3 mörk síðan. Það er 3-1 á þessum leikkafla. Þetta var dýrt að taka leiklið, þurfum að taka leiklið strax en það er ekki spurning um annað. Nei, eitthvað þarf að gera þegar það eru svo lítið eftir og orðið 3 marka munur. Óskar heldur góða ræðu yfir sínum mönnum hérna. Stemmingin er í áhærendunum, gestunum, þessa stundina. Skiljanlega. Já, við hefum ekki fengið nema hvað, 1 bongo.
í þessu leik. Já. Við vorum 1 mark yfir hann núna í seinni hálfleik. Sjáum hvort að Óskars hafi ekki komið með eitthvað snilldar upplag í þetta núna. Það er bara allt eða ekkert þessar síðustu mínútur, 6 mínútur eftir. Ólafur Indriði kominn aftur inn á. Hann á að galdra eitthvað fyrir okkur. Atli Már, Sveinn Aron kemur úr hægra horninu, klippir Guðmund Hólmar. Atli, Ólafur Indriði, Guðmundur. Böðvar Páll fellur hann við. Eftir viðskipti við Guðmund Hólmar. Já. Það er ekkert grín að stöða Guðmund Hólmar. Og Böðvar fann fyrir því heldur betur. Nei, handboltinn sjást svona með íþróttum sem ein mesta líkamleg snerting er leyfð í nokkurri íþrótt. Það getur orðið býsna hörð átök stundum. En hann er staðan á fætur. En öxlin heldur þarna hendina. Já, Hægri með öxlina. kælingu hann á öxlinni. Það er gaman að segja það frá því að sjöttunokkur kvenna Eldrár eru Íslandsmeistarar. Voru að tryggja sér Íslandsmeistaratitilinn á Ísafirði. Og við óskum stelpunum að sjálfsögðu til hamingju með það. Valsstelpur, 7. flokki kvenna. Yngri ár, Íslandsmeistarar. nei, Eldrár segi ég. Eldrár. En Ólafur Stefánsson sækir hérna, klippir Guðmund Hólmar, Atli hægra megin. Já. Búinn að taka mörg skref eða ekki? Jú, líklega. En nú lítur nú hendin að fara að koma upp hjá þeim og hún er komin. Atli, brotið á honum. Atli liggur hann eftir, það fór einhver í hann en hvort að það sé 2 mínútur ekki er ég nú ekki alveg viss um. Nei, þetta er nú alveg lendingin hjá Atla sem hann liggur nú eftir hana. Brotið sjálf svo sem var bakgrindingen. En 5 mínútur eftir þessum leik, staðan 20-23 fyrir Aftureldingu. Valur eiginlega verður að skora þessari sókn. En hendin er komin upp. Svo það er bara tíminn til fyrir eitt skot. Guðmundur Hólmar, en vörnin tekur það og Davíð snertir boltan. 5 mínútur eftir, 3 mörkum undir Valsmenn og Afturelding með boltan. Nú þurfum við að fá vörðin í gang og fá eitt hraðablöp til að eiga séns. Það er bara ekki annað í boði. Sóknarleikurinn heldur styrður síðustu mínútur, 1 mark hérna og það var úr hraðri miðju. Látt sér við fengum mark úr uppstiltur í sókn. Mikk Pinnonen, Jón Gunnar segi ég. Afturelding nær að halda boltanum. Guðni Már, Jón Gunnar. Hendin komin upp. En finna ekki línuna. Náum ekki að hraðri sókn á það. Guðmundur Hólmar fer í gegn. En Davíð Líðdal Svansson ver þetta frábærlega dauðafæri. Guðmundur Hólmar Helgason komst þarna inn á 6 metruna í hraðablöpi en Davíð Líðdal exaði þarna bara hreinlega. Já, hann á hérna alveg stórkostlegan leik. já, seinni hálfleiknum þá sérstaklega. Sérstaklega seinni hálfleiknum, já. 3,5 mínútur eftir. 20-23 Jón Gunnar finnur Birki á línunni og hann skorar. Og nú er þetta orðið svart, 4,5 mínútur eftir og við erum 4 mörkum undir. Og þeir gríta boltanum fram í miðju og Afturelding er ekkert að flýta sér að nú vinnur tíminn með þeim. Við höfum ekki skorað nema 7 mörk í seinni hálfleik.
Guðmundur Hólmar brjálaður yfir líklega sinni eigin frammistöðu og kannski strákarna líka. Atli, Elvar, Ólafur, já, Ættu við. Óli á komin í gegn þannig. Ekki alveg jafnvægi á hver að senda hann. Atli, og hann setur hann. Loksins segir nú bara 2:45 eftir, Afturelding 24, Valur 21 og Afturelding með boltan. Það þarf eitthvað stórkostlegt að gerast, ætlum við að innbyrða sigur hérna í kvöld. En við höfum ennþá trú að því. Já. Það er allt hægt. Síðustu mínútum. En svartara, við höfum séð það svartara. Guðni Már, Jóhann Gunnar. Ímir fylgir pinnunum eftir. Pétur Júniusson missir boltan á línunni þarna. Við sækjum hratt á þá, Atli, á Elvar, Ímir og hann skorar. Skorar Ímir. Ímir Örn Gíslason minkar muninn í 2 mörk og 2:10 eftir. Leið og fáum hérna hraðaplaup. Nú væri til að allir stuðningsmenn og alls myndu nú bara standa upp enn að síðustu 2 mínúturnar. Ímir eftir pinnunum eftir. Já, tökum eistan úr umferð. Hann reynir alls konar brauð á hann, en fær samt sendinguna. Jóhann Gunnar og Hlynur Mortens ver þetta. Sveinn Aron. Sveinn Aron Sveinsson kastar boltanum út af. En hann vil meina að það hefði verið brotið á sér þarna. Já, það var ekkert á þetta. Það var bara léleg sending. Þetta var dýrkeypt og Afturelding tekur leikhlé 1 mínútu og 43 sekúndur eftir, 2 mörkum yfir. Þarna hefðu við getað minkað muninn í 1 mark. Já, það hefði gert þetta aðeins auðveldara. Já, það hefði þetta bara orðið hörkuleikur á ný, en við ætlum Krísuvíkurleiðina, það er nokkuð ljóst. Það þarf allan eitthvað stórkostlegt að gerast ef Valsmönnum ætla að ná alla hana jafntefli hérna í venjulega leiktíma. Afturelding hefur svolítið átt þennan seinni hálfleik. Markahæstur hjá Aftureldingu er Pétur Júniusson með 5 mörk, Árni Bragi og Jóhann Gunnar Einarsson með 4 mörk hvor. Það var Sveinn Aron Sveinsson með 6 mörk, það eru 2 vítum. Síðan koma þeir Geir Guðmundsson, Elvar Friðriksson og Orri fyrir Gíslason með 3 mörk. Orri Freyr með 100% nýtingu, 3 mörk úr 3 skotum. Hlynur Mortens með 13 marka bolta, Davíð Svansson 17. 1:15 eftir, 22-24. Afturelding með boltan, eru 2 mörkum yfir, Jóhann Gunnar. Stoppa tíman, 1:08 eftir. Áfram halda Valsmenn að taka Mikk Pinnonen úr umferð. Hann hefur reynst okkur erfiðlega, kom með 2 mörk en hefur tætt vörnin okkar nokkru sinnum með línusendingum. Guðni Már, Jóhann Gunnar og Alexander Örn brýtur hann á honum. 55 sekúndur eftir og hlýtur hendunar komið upp. Tíminn gengur, hending komin upp. Klippi Jóhann Gunnar og hann skorar og klárar þetta þar með. 40 sekúndur eftir, 22-25 fyrir Aftureldingu. Atli Már með skot beint á Davíð Hlíðar Svansson og þá getum við skrifað 1 punkt á Aftureldingu. Þeir eru komnir yfir í þessi einvígi 1-0 en það er liðið sem fyrst vinnur 3 leiki er komið í úrslitin. Það er nóg eftir. 15 sekúndur ná Afturelding þessi 4 mörk eða ekki. Næsti leikur er á mánudaginn í Mosfellsbænum og síðan á fimmtudaginn hér í Valshöllinni. Mikk Pinnonen með skot í slána. Staðan jöfn í hálfleik 13-13 en seinni hálfleikurinn eign Aftureldingar. Við áttum í erfiðleikum með að skora hérna undir lokin. Og það var það sem gerði gæfumuninn. Afturelding náði þá 3-4 marka fórystu og það reyndist okkur Valsmönnum og mikið.
Ég er ekki frá því að Davíð Hlíðdal Svansson sem maður leiksins er í kvöld. Átti stórfínan seinni hálfleik. Var lengi í gang en lokaði markinu og köflum í seinni hálfleik. Fín mæting hérna í Valshöllinni í kvöld. Þóttum við auðvitað vilja sjá fleiri en þetta er bara það sem koma skal. Það verða alltaf fleiri og fleiri það sem líður á keppnina. Ég skal lofa því og áður við vitum að verður Valshöllin troðfull. En við höfum þetta ekki lengur að sinni. Tæknimenn Vals TV og Arnaldur Arnarsson þakka kærlega fyrir sig og við sjáumst hérna á 5. í næstu viku í 3. leik og þá verður vonandi staðan 1-1 í þessum við. Takk fyrir, verið sæl.